og menninir okkar sem voru báðir þá að vinna í svona tæknibransa, þeir voru bara stelpur, þeir eru ekki að fara að gefa út eitthvað pappísbók, þú veist, það eru allir að nota bara kalendir og þessu upp og allt þetta dót, skilur, höfðu enga trú á þessu og þegar mest var þá voru við að selja, sko, hvað held ég 12.000 bækur á ári eða eitthvað, það er bara alveg ridiculously mikið, sko. Vá. Við erum náttúrulega í samstarfi við Skor.is og þau eru með verslunina. Rétt. Og ég get alveg ímyndum að séu margir notfæra sér útsöluna núna. Ég var einmitt að því. Ég var að kaupa mér nýja Nike hlaupaskó. Ok, vel gert, þannig nú myndu hlaupa eins og vindurinn. Heyrðu, ég þarf nú heldur betur að fræga mig. Ég var að skrá mig í Reykjavík maraþonið. Ok. Hvað er með mér? Nei. Ok. En ertu til að hlaupa fyrir kvennaatkvörið? Ég er búin að skrá mig fyrir þarna Píetasamtökin, þannig að þetta eru tvö góð allir samtök, hinir sem hlusta skrá sig að hlaupa fyrir kvennaatkvörið. Já, en veist, ég myndi alveg taka bara 2010 sko, en hlaupa fyrir bæði, en kannski næsta ári. Það ætti að vera lítið mál í nýju hlaupaskónuðinum. Nákvæmlega. Nike. En að þætti dagsins. Já. Hvernig fannst þér spjallið við Þóru? Herðu, það var bara, hvað ég segja, það svo mikið viska. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta öðruvísi, en mikill fróðleikur, mikill viska og svona mikill dýft í samtalenu. Já, sko, ég er alveg sammálaður með dýftina, en á einhvern undarlegan hátt vorum við á sama tíma líka bara á yfirborðinu. Að þegar við fórum ekki mjög djúpt í all málin og ekki jafn djúpt að við vorum í rauninni búin að hugsa okkur að gera varðandi margt sem við ætluðum að tala við Þóru. Já, við líka, þá væri þessi líka þáttur örugglega 4 tímar. Já, við hefðum bara getað gert, sko, bara sólarhringsþátt, sko. Já, þetta verður allan að svona 5 þáttaserja. Já. Það víst. Að þegar Þóra hringdi mig eftir þáttinu var bara, heyrðu, ég bara náði ekki svona fara inn og þetta. Ég bara, heyrðu, þetta er bara rétt að byrja, sko. Þannig að ég held að þetta, að því að sko, það sem við einhvern veginn enda á fór rosalega djúpt í stóðunar sem mér finnst gríðarlega mikilvægt, að því að í hraðanum og í verkefnafjöldanum sem maður alltaf með svo mikið í gangi og marga bolta lofti, að þá nær maður ofti ekki einmitt að fara svolítið almennilega í þessar stóðir. Einmitt. Og þú veist, þó maður veit þetta allt, maður veit alveg hvað er mikilvægt að hvíla sig og næra sig og allt þetta, þá er það bara einhvern veginn, en maður er ekki að setja þetta bara líka við dagbók eins og hún bara segir, maður þarf að gefa sér tíma, maður þarf að skipulegja bara, veist, stilla reminder í síman bara 10 mínútur á dag. Akkurat. En maður ætla bara alltaf að byrja á mánudaginn eða alltaf, veist, að ég hvílum á morgun eða... Já, eins og bara hjá mér, ef þetta er ekki í dagatalum mínu, þá ger ég það ekki. Já. Ég þarf líka við að skrifa, sýtaði mitt í reminder bara, drekka vasklas. Samt veit ég alveg á að drekka vatn. Já, ég meina, ég var hjá sálfræðinga einhvern tímann sem sagði mér að setja reminder í síman bara anda djúpt 5 sinnum á dag. Já, akkurat. Vist, ég var bara, mér varst að fáránlega tilhugsun en já, ég þarf að gera það, sko. Já. Bara. Nei, ég held að þetta er mjög fróðlegur þáttur sem að fólk á að gefa sér tíma í að hlusta á. Þannig að ég hef ekki bara að hleypa Þóru að. Heldur betur. Gerum það. Þetta er svo gott hljóð. Koffín, D-vitamin, hindber, ferskja. Getur ekki klikkað. Nei, þá erum við búin að koma sponsunum að því í þættinum. Takk fyrir það. Ég er mjög spennt, ég hef ekki smakað þennan, sko. En ég elska Crystal Plus, mér geggjað að drekka orkudrykk sem er samt bara eins og sódavatn. Já. I love that, sko. Og ekki þessi skán, svona þessi sem að þær oft. Og þessi svona gerfi sætuefni og allt það, sko, að því að ég, er alveg svolítið fyrir orkudrykki, þú veist, eins leiðilegt og mér finnst það og ég er alltaf að reyna að hætta því. En þá veist mér þetta mjög góð, svona staðgöngu vara, sko. Ég var að tala við vinkonu mína sem er læknir, sem við þekkjum. Og hún var að segja mér að það er orðið krónist vandamál hjá yngri kynslóðum að þau eru komið svona orkudrykkja andfýlu. Það er bara einhver sýra eða eitthvað stig sem er að breytast hjá þeim og þau eru bara alltaf með eitthvað svona ákveðna andfýlu. Það er viðbjöður. Áhugavert. Af því að það er náttúrulega þetta no sugar sem selur og þá er náttúrulega bara alls konar eitthvað annað. Já. Það er svona best að halda sér bara við Crystal Plus. Já, við erum bara með ferskan andadrátt, krakkar. Skál fyrir því, en eigum að kynna viðmælandan. Já. Það er hún Þóra, vinkona okkar sem er sest hérna hjá okkur og byrjaði þáttinn svona vel. Hvað segir Þóra? Ljómandi gott. Nei, ekki. Jú, en því? Gott. Mjög gott. Já, við erum komin nýja gardínur. Já, ekkert eðlilega lekkert, sko. Já, þetta er alltaf koma núna.
maður fann það bara, þetta faðmar rýmið. Algjörlega, ég myndi segja að þetta væri partur af sko stóru smáatriðunum sem að svona lykillinn í bara öllum, myndi ég segja sko. Já, í sammála. Ég þarf að fara að fá mér gardínur í nýju búðuna mína og ég veit hvert ég ætla að fara. Ég ætla að spyrja, hvaðan þessu gardínur? Það Kassalísa. Já, kom inn í gær. Já, þeir kom í gær og voru enga stund að sitja upp, það var mjög næs. Þannig að ég var bara að vinna með hann og þeir græða rýmið. Maður sé líka bara svona gæðin í þessu. Já, og það alveg þess að vanta, þegar við náttúrulega erum í hljóðstúdíu, þannig að bæði viljum við náttúrulega þetta sé fallegt, þannig að við vorum ekki til að kaupa bara eitthvað og líma, eitthvað hérna á veggina og svona, þannig að þetta var frábæri list. En nú það, í bili. Hvað er við að ræða í dag? Þegar maður að setja saman eitthvað svona umræðefni sem maður geti talað við þig, það hægt að fara í svo margar áttir, eins og þú skrifar sjálf á Instagramliðinu í bíónu, þú ert kona með marga hatta. Já. Þegar einhver spyrði, hvað gerirðu? Hverju svararu? Það nefnilega hefur alltaf verið svolítið erfitt fyrir mig að svara því sko og þannig að þú veist, og ég ekkert alltaf að fást við það sama á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að ég bara svona ákveðna svona, það svona ákveðin rauður þráður í því sem að, þú veist, hvernig ég vel mér verkefni og hvað ég að fást við hverju sinni. Það þarf að uppfylla svona ákveðin skilyrði og svo ég bara að gera alls konar sem að, þú veist, ég hef ástriðu fyrir með skemmtilegt, þú veist, já, þannig að... Já, og hver þessi rauði þráður í verkefnunum sem þú talar um? Þessi rauði þráður í raun gildin mín, sko. Já, ok, ég vil þannig bara byrja á þeim lið. Já, vá. Gott intro. Já, og mér fannst ótrúlega skemmtilegt að heyra að þið væruð að taka gildin inn í þáttun ykkar að því að bara gildi eru bara svo ótrúlega mikilvæg og þau eru svo mikil áttaviti fyrir okkur, hvort sem það fyrir okkur persónulega í lífinu eða einmitt bara þau eru með fyrirtæki eða vörumerki og mér finnst stundum vanta aðeins upp á, þú veist, þegar fyrirtæki eru með eitthvað gildi og það oft bara eitthvað svona bla. Já. Þú veist, þetta bara eitthvað svona hljóma vel, þú veist, en þetta bara, þú veist, í orði eða þetta borði, já. Þú veist, eða eru við að anda þessum gildum að okkur. Já, og vita starfsmennir innan fyrirtæki sem hver gildin eru. Já, og bara hvernig geta þau tekið þátt í að vera inn í þessum gildum. Já. Og svo sér maður fyrirtæki, sko, og vörumerki sem að hafa náð að gera þetta vel og hafa náð að innleiða þetta í sitt fyrirtæki, að þá einhvern veginn allir að dansa í takt. Að því að þá bara svona stefnan, þú veist, og svona hvað við stöndum fyrir innan þessa fyrirtækis, þá það bara skýrst og þá svo miklu auðveldara fyrir alla að fara í sömu átt. Og kannski finnur það líka bara hér á ég heima, eða bara þetta og alls ekki við mig. Algjörlega, því að þú veist, ef maður líka með sín eigin gildi á hreinu, að þá mjög líklegt að maður vilji vinna fyrir fyrirtæki sem að eru með sambærileg gildi, þú veist, en ekki, þú veist, ef að þú ert með heiðarleika sem gildi, bara sem manneskja og heiðarleiki skiptið gríðarlega miklu máli, að þá vilt ekki vinna fyrir fyrirtæki sem að kannski ekki sérlega heiðarlegt. Gagnvart starfsfólki, náttúrunni, samfélaginu, hverju sem það þú veist, eru bara að hugsa að græða, þú veist, eða eitthvað. Þannig að þú veist, það svo gott að hafa þetta svona einhvern veginn svolítið skýrt. En svo við förum bara í liðin, þú sem vörumerki sem í boði skór.is, þú ert með þín gildi upp á 10, held ég. Já. Hver eru svona þín 3 kjarnagildi? Sko, ég með, þau eru eiginlega orðin, þau voru 3, en eru eiginlega orðin 4 í dag. Að því að, ef ég má segja það. Já, þú mátt það. Já, að því að það bættist eitt við, ég verið með sömu gildi bara mjög lengi og svo bættist eitt við núna fyrir nokkrum árum sem að var út af því raun, sko, það heilsa það sem bættist við, út af því að þegar maður lendir í því að missa heilsuna, að þá veit maður að það það eina sem skiptir máli. Og ég hef verið að breyta lífi mínu rosa mikið síðustu ár með það gildi að leiðarljósi og bara hvað heilsan skiptir mig og náttúrulega bara alla miklu máli, af því að ef án hennar þá erum við ekki neitt. Þá getum við ekki gert það sem við viljum, við getum ekki verið sú manneskja sem við viljum vera, sinnt þeim hlutverkum sem við viljum sinna og svo framvegis. En svona æðsta gildi mitt í raun
frelsi og og mér fannst mjög gaman að heyra að þegar þið voruð að fara í fyrsta þættinum yfir ykkar gildi að þú Margrét varst með svolítið svipu gildi og ég Okay. en gildin mín eru sem sagt frelsi, hugrekki og gleði og þetta hljómar svona eitthvað mjög basic og eitthvað svona mjög típisk gildi, þú veist, Já. þannig séð Mín voru frelsi, hugrekki og húmor. Já, Þetta er- akkurat en en ég er búin að pæla mjög djúpt í hverju gildi fyrir sig og hvernig þau tengjast nefnilega líka sko. Þannig að þegar að við erum að vinna í gildunum okkar sem ég hvet alla til þess að gera af því að þú veist, það hefur komið mér óbúslega óvart þegar ég er að kótsa fólk til dæmis jafnvel einstaklingar sem hafa náð gríðalega langt og ég er að spurja þú veist, hver eru svona gildiðin og fólk er ekki alveg með það á hreinu og hefur kannski ekki farið í svona virkilega að pæla í hvað það stendur fyrir og þú veist, og er kannski að standa fyrir ykkur en hafa kannski bara ekki gefið þessu gaum Nei, ég hafa ekki skilgrind þetta. já, akkurat en ég er algjört fyrildi og og mér finnst óbúslega gaman að fást við alls konar hluti og ég hef alltaf átt óbúslega erfitt með svona ákveðna reglur og ramma og ég hef líka átt svona erfitt með sko að vera svona sagt að ég eigi að lifa einhvern veginn þú veist, ég eigi að vera í einhverju ákveðnu vinnu ég þarf að mæta 9:00 og ég stimpla mig út 5:00 og svo ég gera þetta og eitthvað svona þú veist, og ég bara verið svona alltaf, bara frá ég var barn og þess vegna er frelsi svo ofboðslega mikilvægt fyrir mig og ég hef algjörlega verið bara svona pínu obsessed af þessu síðustu þú veist, ég veit ekki, 15 árin eða eitthvað, eða lengur 20 árin eða eitthvað, ég er bara búin að vera mjög obsessed að því að skapa það líf sem að svona þjónar mér og líf sem að mig langar að lifa og það líf er með miklu frelsi og það þýðir sko frelsi til athafna, þú veist, frelsi til þess að vera ég sjálf og það skiptir mig ofboðslega miklu máli að ég sé og fá að vera ég sjálf og svo hafa frelsi yfir tímanum mínum og frelsi yfir, þú veist, bara svona þú veist, og geta verið, þú veist, ég er ekki tré þú veist, ég er ekki á einum stað og það sem maður náttúrulega gerist þegar maður eignast börn að það náttúrulega er gríðarleg frelsisskerðing og það sé líka alveg dásamlegt en þú veist, mér finnst það bara nógu mikið frelsisskerðing að ég vil ekkert hafa mikið meiri hömlur en það skerði á mitt frelsi þannig að frelsi er mjög mikilvægt og síðan er að hugrekki og og það er einmitt bara líka sko hugrekki felst í því náttúrulega að gera hluti sem við óttumst, gera það bara samt og þetta getur tengst, þú veist verkefnum sem maður vill fara í eða þú veist að gera eitthvað sem maður þorir ekki alveg og svona, en það getur líka tengst bara hugrekki í því að vera ég sjálf, til dæmis þú veist, og við búum í samfélagi og við búum í litlu samfélagi og það eru opbúslega svona mikið lenska að við eigum að vera eitthvað neginn, þú veist, við eigum að gera þetta, við eigum að, þú veist, mennta okkur og eignast börn og svona hús og allir gera heim sitt eins og við klæðum okkur okkur nákvæðin hátt eða, þú veist, þurfum einhvern veginn að vera eitthvað neginn og maður þarf stundum bara að vera pínu hugrekkur til þess að vera smá pönkari. Já, og hugrekki til að velja frelsið. Já, og hugrekki til þess að velja frelsið. Þannig að þú veist, þetta tengist og líka bara hugrekki til að tjá sig, tjá sína skoðanir, sína tilfinningar, þú veist, og maður þarf oft gríðalegt hugrekki til að bara segja sína skoðun. Þú veist, bara ég ætla að leyfa röddinu minna heyrast hér en ekki alltaf að, þú veist, nei, ég ætla ekki að segja þetta eða, þú veist, þetta. Eða ég ætla bara að skrifa anonymous. Já, einmitt. Þannig að maður þarf stundum líka og þú veist, þetta er eitthvað sem er okkur ekkit endilega tamt. Þú veist, bara svona eðlislægt, þú veist, hugrekkið og og þú veist, það auðvitað miserfitt fyrir fólk að grípa í hugrekki sitt, en þetta er æfing og við þurfum öll að svona vera svolítið dugleg að ögra okkur sjálf og grípa í hugrekki okkar og stíga út fyrir hennan þægindrama sem við lifum oft í dag frá degi.
Já, ég held líka bara að því að núna margar vinkonur mín að segja mitt oft í mig bara úrst svo hugrekk og þú gerir bara svo vilt og ég er alveg svona já, en þetta er líka mjög skeri, þú veist, ég er oftast nær bara að skýta á mig. Akkurat. Bara af hverju kem ég mér í þessar aðstæður, hvað er ég að pæla, þú veist, ég fer líka alveg gegnum þær tilfinningar, en samt einhvern veginn er eitthvað í manni sem er bara, gerða það bara samt. Já, af því flestum tilfellum væri bara auðvitað að sleppa þessu, sko. Já, miklu. Já, og bara 100% og það er enginn, við horfum á einstaklinga hvort sem er að hafa ná langt í, þú veist, íþróttum, viðskiptum, eða bara látið draumur svona rætast, ferðast allan heiminn eða, þú veist, hvað sem það er. Þú veist, það er engin manneskja sem er óttalus. Nei, og þetta er óþægilegt. Já, þetta er bara óþægilegt og þetta er bara erfitt og tekur oft langan tíma að finna hugrekki sitt, en bara þú veist, einmitt, hugrekki felst bara, þeir sem eru hugrekkir eru bara þeir sem fara gegn þessum ótta eða takmarkandi hugafæri sem við höfum öll. Akkurat. Já, ég upplifði mig að ég þarf smá bara að loka augunum smá og lappa áfram, þú veist. Það er svona, ég tala bara byrja og gera þetta svo vel. Akkurat. Meðan að aðri fara svona, ok, ég þarf bara að fara í badslegu hegðurinu mína til að ná bara svona vera smá svona, hvað ég segja, svona bjart sín. Algjörlega. Þú veist, en hann er regla mismundi hvernig fólk tæklar það að stíga inn í hugrekkið. Algjörlega. Mér finnst svona ákveð mótivator fyrir mig í þessu er óttin við eftirsjá. Já. Þannig að mér finnst rosalega oft gott bara, sem tengist bara rosalega mörgu að hugsa hlutin aftur á bak. Já. Og þú veist, ok, ef ég er orðin 70 ára eða 80 ára eða veist, hvað sem ég vonandi fæ ég að verða það gömul eða þú veist, fæ ég að eldast að þú veist, að ég verði ekki, ég vildi, þú veist, ég fekk frábærar hugmyndir, ég var með draum í maganum að, þú veist, gera þetta, ferðast á þennan stað eða stofna fyrirtæki eða láta einhverju hugmynd verða veruleika, en ég gerði það ekki að því ég þorði því ekki. Já. Þú veist, og það finnst mér svo mikill dræfur, þú veist, að svona, hvað get ég gert til þess að forðast eftir svona? En sko, gleðin og það tengist munum og það tengist öllu sem að í raun ég geri sko. Þannig að ég lenti sérst í því, þú veist, mér er alltaf náttúrulega bara þótt rosa gaman að hafa gaman, þú veist, þannig að gleðin hefur alltaf verið svona, þú veist, ég hef alltaf elt hana mikið, en ég lenti svolítið í að týna gleðinni og ástæðan fyrir því er að fyrir nokkrum árum, þú veist, á kaupum við draumahúsið og ég er bara komið 39 vikur á leið og flytt í nýtt hús og bara svona, sá bara svona bleikaskíð framöndan. Og síðan bara er ég einhvern veginn í raun sko, bara mjög löng saga í mjög stuttum máli. Þú veist, þá flyttum við nýja húsið og allt þetta og svo fer bara svona þessa hallundan fæti. Þú veist, það bæði bara, ég sérst missi heilsuna út af svona umhverfis, bara svona miklu veikindum í raun og verða alveg svakalega lasin og það er rosalega mikið álag í ofanálag. Þú veist, maðurinn minn er með fyrirtæki sem er bara tvöfaldast eða þrefaldast í stærð bara, þú veist, og bara var í blússandi siglingu og ég einhvern veginn í þessu nýja húsi með enga heilsu og einhvern veginn rosa mikið að sjá börnin og náttúrulega lítið barn sem komst ekki inn á leikskóla fyrir 30 ára og svo framvegis. Þannig að svona, ég bara var svona aðeins farin að tapa þessum lífsneista, þessu gleði sem hefur alltaf einkennt mig alveg mikið og þú veist, og það sem að ég kom staðið í þeirri vegferð sko, er að sko, hvað er hamingja þú veist, fyrir mér og hamingja er ekki áfangastæður, hamingja er ákvörðun, hamingja og gleði, þú veist, er ákvörðun að velja gleðina og við þurfum að velja hana á hverjum einasta degi og hún felst í mjög litlum hlutum. Þú veist, gleði er ekki bara að fara til útlanda eða gera eitthvað risastórt, heldur er bara gleði, þú veist, hvað gefur þér gleði? Það er ekki það sama og gefur mér gleði, þannig ég fór bara í mjög djúpa vinnu allt sem að veitir mig gleði. Og þetta er bara, þú veist, bara að vera ein heima og lesa bók eða þú veist, vera út í náttúrunni, hitta góða vini, fólk sem næri mig, þú veist, fá mér þú veist, eitthvað góðan mat, þú veist, fá rými til þess að elda, þú veist, bara alls konar hlutir, bara litli hlutir. Bara svona í hversteginum. Já, og í hversteginum. Og þegar maður bara fer að setja og veita því athygli hvaða er sem að gefa mér gleði, að þá er svo auðvelt að setja það inn í daginn,
setja inn í lífið og þá erum við alltaf að upplifa lítil moment af gleði og hvað skilar það okkur? Það skilar okkur bara ánægilegra lífi, meira jafnvægi, þú veist, og svo framvegis. Þannig að, þú veist, maður bara einni ákvörðun frá því að velja, þú veist, hamingju samlegt líf. Þú veist, auðvitað lífið ekki eintóm hamingja, Nei. en það ákvörðun að velja gleðina. Það ekki eitthvað sem að gerist bara fyrir þig. Það væri líka alveg auðvelt að vera hinum einn, sko, horfa bara á allt sem þið vantar og allt sem erfitt og allt sem neikvætt og svona. Þannig þarf bara ákveða pínu hvort glasi hálftómt eða hálffullt. Algjörlega. Og bara, þú veist, hvað, þú veist, áhangandi við gleði, þú veist, það jákvæðni, það þú veist, að vera bjartsýn, þú veist, að reyna að dvelja í svona jákvæðum tilfinningum og þú veist, gera hluti sem að ýta undir jákvæða tilfinningar. Þannig að, þú veist, ég fór svona alveg, þú veist, meðvitað að velja gleðina og komst líka að því í þessu ferðalagi að maður getur verið að fara í gegnum jafnvel erfiðasta tímabil lífsins eins og ég var að fara í gegnum þarna en það samt gaman og það samt hellinga gleði. Þú veist, ef að þú ert að velja hana. Og þú veist, og það var svo tákgrænt fyrir mig, þú veist, ég sem sagt var með skrifstofu í svona bátaskíli við 11, það var partur af því að fyrir mig að velja gleðina. Draumastaður. Já, það var bara best í heimi, skilurðu. Og það var einu svona, ég á seti úti og bara svona dásamlegt útsinni við vatnið, það voru svona álftir á vatninu og það var rigning og sól á sama tíma. Og ég bara, oh my god, þetta svo mikið birtingamynd af því sem ég að segja. Það getur verið rigning og sól á sama tíma. Vá, það rétt. Já, ég sé þetta alveg fyrir mér. Þá gerast töfrar. Skrifstofa í bátaskili. Svo erum við hér. Nei, þetta var draumur. Já, þetta var bara algjör paradís og þetta gerir svo mikið fyrir mig og þú veist, á þessum tíma líka og hérna og þú veist, bara þetta var algjörlega dásamlegt. Já. Algjörlega dásamlegt og þarna kemur heilsan inn sko, að því að þú veist, þegar maður missar hana eins og ég segi, það ekki að fara neitt dýbra í það að þá fer maður að setja fókusin á þar sem maður skiptir raunverulega máli og þegar maður hefur líka upplifað það að þá gefur það manni kannski aga og kraft sem maður hafði jafnvel ekki áður þótt að maður vissi að heilsan sé mikilvæg. Já. Ég fór einmitt á námskeið hjá Saga Stórihás þegar ég var hérna í mínu veikindaleyfi sem að fór einmitt inn á þetta að svona litlu hlutina sem næra mann bara svona og það svo ótrúlegt þegar maður fer í þessa vinnu hvað það geta verið litlir svona hlutir sem maður tekur sér sjálfsögur hlut og ekkert endilega að taka eftir og ég setti bara efst á listan þegar ég kom það var sett hérna hróturnar í hundinu mínum Já, og nonni Já, það bara þetta notalegasta hljóð sem ég veit Já. Og þetta bara fyrir mér heima þannig ég þarf bara að heyra hann einhvern veginn vera Já. og þá verð ég glöð Nákvæmlega. Það þarf ekki meira þetta Akkurat. og bara og núna, maður tekur meira eftir þessu þegar maður að fókusa á það Því fleiri jákvæðar hlutir sem eru í líf okkar fer bara eftir því hversu vel við náum að taka eftir því, já, bara þegar við náum því betur sem við náum að taka eftir því þá mun hérna bara svona, einmitt svona momentum fjölga og svona litlum hlutum sem að gefa manni svo mikið. Já, algjörlega. En ef þá skall okkar í miðum. Já. Mér finnst þetta samt bara mjög að vera pælingar, það ekki það? Nei, bara sorry hvað ég tók langan tími gildin. Nei, þetta var frábært. Þetta var svo skemmtilegt. Já. En svo við byrjum þá á munum konseptinu. Já. Hvernig hófst þetta? Já, þú veist, mér langar bara að vita byrjunina og hérna, þetta byrjaði með dagbókunum eða var þetta byrjaði undan því eða? Já, sko, í raun byrjar þetta þannig að hérna, ég með mitt eigi fyrirtæki og sem sagt með skrifstofu með vinum mínum sem eru Erla og Hálfdán sem það sem Kjarval núna. Ég kem heim frá Berlín sem sagt hérna, var í námi þar og hérna stofna mitt fyrsta fyrirtæki. Ég að vinna þar og svona hérna og Erla sem sagt hérna businesspartnerinn minn til margra ára og sem stofnaði munum með mér. Við sem sagt erum í raun bara svona að deila því rými og hún var að vinna bara í svefnrannsóknum og var í háskólanum og fleira og ég var bara í mínum verkefnum. Og við deildum bara svona eiginlega skringilega miklum áhuga á dagbókum, skipulagi, markmiðum
og þú veist, og hún svona eins og ég, hún svona obsessed af draumunum sínum, þú veist, hvað henni langar að gera, þú veist, bara með langar lista yfir hluti sem henni langar að upplifa á æfinni, þú veist, svo vorum við báðar einhvern veginn að gera margt í einu og vorum alltaf með þessi markmið og eitthvað og við vorum bara svona með margar bækur í gangi, þú veist, hún fann eitthvað dagbók eitthvað staðar út í útlöndum og ég keypti eitthvað staðar annar staðar og vorum alltaf svona að sýna hver annari, þú veist, og hún bara, já, ég með þetta í mörgum bókum og eitthvað svona og ég líka, þannig að við bara, herðu, þú veist, af hverju ekki bara til dagbók sem að bara svolítið bara svona, þú veist, sem bara með þessu öllu í einni bók, þannig að maður þarf ekki að vera dröslast með allar þessar bækur með sér og og þú veist, og þá erum við líka að tala þú veist, að fara í þessa vinnu að sjá visioni sitt, þú veist, og þetta náttúrulega líka bara, þú veist, þessi vinna líka bara svo mikilvæg þegar við erum að eiga við vörumerki eða við erum að, úst, með fyrirtæki eða úst, eins og fyrir okkur sjálf. Við þurfum að sjá eitthvað svona draumsýn eða eitthvað svona útkomu sem við erum að sækjast eftir og og svo fyrir við, þegar hún komin og við erum búin að sjá hana fyrir okkur, þú veist, hvað það sem hver útkoman sem við viljum ná, þú veist, og þá líka svo gott að hugsa sig aftur og bak, ok, hvernig komst ég hingað? Þú veist, hvernig kemst ég þangað? Og það þessi markmið sem við erum að setja okkur og þú veist, það eitthvað yfirmarkmið, þú veist, sem geta þá líka verið, þú veist, flokkar sem bara eins og með vörumerki bara, þú veist, fjármál, markasetning og þú veist, eitthvað skilurðu, þú veist, bara þessum og eins hjá okkur persónulega, þá það kannski bara fjölskylda, þú veist, atvinna og eitthvað, áhugamál eða eitthvað, já, þú veist, og svo bara förum við, þú veist, þá erum við með eitthvað yfirflokka og svo förum við að drilla okkur niður og og setja niður svo drauma því að þú veist, það eru þeir sem að þegar við skrifum það niður, þá erum við bara sko margfalt líklegri til þess að ná markmiðunum okkar eða draumunum okkar. Er ekki eitthvað sem gerist einmitt í heilanum við það að skrifa? Þetta bara undirmeðutundin, þú ert að segja undirmeðutundinni hvað hún vill og það sem svo ótrúlegt við undirmeðutundina, hún gerir ekki greinamun á raunveruleika og það sem að við ímyndum okkur ef við erum til dæmis að hugleiða og sjáum eitthvað fyrir okkur, þú veist, hún gerir ekki greinamun. Þannig að við þurfum að mata undirmeðutundin okkar á því sem að við viljum, þú veist, og það þetta manifestation og allt þetta, þú veist, það gengur út á það. Þannig að við förum bara í það að hanna okkar fullkomnu bók sem þá með skipulagi, með þessu grunnstóðum heilsu, svo svefnhreyfing, næring, þú veist, þakklætið náttúrulega bara, þú veist, svo mikið key-atriði og talandi það sem við vorum að tala áðan með gildin og finna gleði, þú veist, gleðin býr í þakklætinu, þú veist, það bara, þú veist, þakklæti skiptir bara svo að sjá þessa litlu hluti sem við erum þakklætt fyrir á hverjum einsta degi og þú veist, og það í bókinni og þú veist, og náttúrulega bara þessi típisku verkefnalistar og svo erum við líka með svona konsept þar sem að við erum veist, að gæta jafnvægis á milli hluta sem við þurfum að gera og því sem okkur langar til að gera að því að veist, við erum bara í einhverju brjáluðum hraða í þessu samfélagi, það allir á 100 í vinnu og með börn og áhugamál og öll þessi hlutverk sem við gegnum og það svo auðvelt að festast í bara svona urgent og important og hvað gerir það? Það skilur okkur eftir bara, þú veist, ég meina kulnun bara aukast gríðarlega þannig að þú veist, þetta það sem býr til kulnun þegar við erum stanslaust í urgent eða áriðandi og mikilvægt, svo ég sé ekki að sletta þannig að við fórum bara að búa til þetta system og allt byggt á rannsóknum og gáðum út þessu bók fyrir, hvað núna 12 ár síðan 12 ár? Já, wow. og við vorum bara, þarna mitt, hugrekkið við vorum bara, erum við alveg galnar, þú veist, og menninir okkar sem voru báðir þá að vinna í svona tæknibransa, þeir voru bara stelpur, þeir ekki að fara að gefa út eitthvað pappísbók, þú veist, það eru allir að nota bara kalandir og þessu upp og allt þetta dót, höfðu enga trú á þessu og það var fyrir 12 árum og það var fyrir 12 árum já. En sko, dagbókin lifir ekkert eðlilega góðu lífi og hún meira sér búin að vera aukast síðustu ára eftir þessar miklu tækniframfarir. Já, ég held að fólk sé að byrja að stíga hans tilbaka. Já, og það líka alltaf ákveðin hópur sko og við sem sagt fórum í það að taka bara massa áhættu og prentuðum út fyrsta árið, þá prentuðum við sérst fyrst út 3000 bækur og okkur fannst það bara galið. Þú veist, við vorum bara guð minn almáttur, þú veist, hvað ef enginn kaupir þetta og maður fer bara í gegnum allt þessar típisku hugsanir þegar við erum að koma eitthvað nýja af stað. Já. Og og við erum bara búin að, þú veist,
taka eða þetta með þessum pening og þú veist eitthvað og og svo náttúrulega bara setjum við þetta í sölu og þetta verður uppselt á sko innan við sko 5 dögum eða eitthvað. Nei, Já. 3000? Já. Ertu ekki að grínast? Og við erum að tala að það var náttúrulega bara fólk að banka upp á heima hjá mér sko, þetta var galið bara, þetta var bara ridiculous, við fórum strax í að prenta 3000 bækur í viðbót, þannig við prentum 6000 bækur þetta fyrsta ár og þetta var bara uppselt á meðtíma sko. Og hvernig komið þess á framfæri? Hvernig vissi fólk bara af bókinni? Guð, veistu, ég mann það ekki eins og Ég ætla að fara ennþá lengra aftur, hvernig finnstu framleiðenda til Já, brentana það og bara Já, hvernig, við náttúrulega bara fórum, við hefum aldrei gefið út bók, við erum ekki hönnur, kunnum ekki neitt, við bara fundum út úr því. Ég fór bara að læra hvernig ég bara hanna, þú veist, hef alltaf haft gaman á hönnun og þú veist, marketing og alls konar svona hlutum, haft gott auga fyrir því, en kunni, ég bara keypti Adobe pakkan og kunni ekki neitt og var bara að horfa á einhver vídeó. Hannaðir þetta sjálf? Já, ég hannaði allt sjálf. Við áttum engan penning til þess að ráða hönnuð eða neitt. Við gerum allt sjálfar og og ég var ekkert eðlilega lengi að gera þetta í fyrsta árið því að ég bara, eins og ég segi, ég bara kunni ekkert á þetta og þú veist, það hefði verið, ég sá það alveg eftir á, þú veist, og það er náttúrulega partur af ferlinu að læra, þú veist, maður lærir alltaf svo mikið þegar maður gerir svona eitthvað nýtt að það er 100% borga sér fyrir mig að borga bara einhverjum hönnuði til þess að sýna mér hvernig ég geti duplikatað blaðsjur, ég hannaði fyrir einustu blaðsju í 350 blaðsjuna bók. Guð. Þú getur ímyndaðir, ég var bara í vinnuna. Ok, þetta er þolinmæði. Já, en þú veist, líka bara, þarna hefði ég átt að vera bara, veist, við áttum bara ekki pening til þess að fara að ráða einhvern hönnuð, en þarna hefði ég samt átt að, þú veist, að því ég á það svo til að bara ég er svona veðastað og ég vil bara læra allt sjálf og gera allt sjálf og svona, að þarna hefði alveg verið gott að staldra hans við og segja bara, ok, work smart líka bara kannski getur fengið hönnu til að búa til grunninn og þú fyllt inn og fengið að greiðunum 100% eftir fyrstu sölu 100% og þarna finnst mér líka rosalega gott kannski að koma inn á sem að tengist ykkar podcasti eða ykkar lagarpi og er svona að því oft erum við kannski með eitthvað hugmynd og við vitum ekki hvernig við erum að fjármagnana og þú veist, ef við erum að fara fjármagna eitthvað risaverkefni, þú veist, þá er það þetta meira ferli. En ef við erum með eitthvað svona lítið sætt verkefni eins og þetta, að hugsa þess út fyrir kassan. Þú veist, við mitt bara, ok, hvernig eigum við að fjármagna prentunum á bókinni? Prentum hann einn á Íslandi fyrsta árið. Við höfum síðan prentað úti eftir það. Og við bara eitthvað, ok, þú veist, við þurfum að forselja hana. Þú veist. Og ég sem sagt hef samband við eina af stærstu bókaverslunum á Íslandi og við sendum á alla og stærsta bókaverslunum vildi ekki selja bókina það var einmitt mjög þú veist, þau voru bara já, nei, eitthvað svona þú veist, en svona annar stóraðili segir bara já, þú veist, og ég segi ef þið veðið á okkur, taki bókinu sölu þá erum við til í að forselja ykkur ákveðið magn af upplæginu og þið fáið það, þú veist, ef að þið værið ekki að forkaupa það, þá myndi bókin kosta, þú veist, eitthvað X skiluru, en ef að þið forkaupið hana og þá fáið hana bara á 40% afslætti. Og þeir bara, já, ok, við ætlum að taka, þú veist, 1500 stykki eða eitthvað, ég man ekki hvað það var. Og þeir bara borguðu það upfront og við áttum þá fyrir prentinu. Akkurat. Þetta er sniðut. Þannig að þú veist, og þarna voru bara, og áhættan var bara farin, af því að þarna voru þeir líka að taka áhættunum að forkaupa bókina og ef að þeir hefðu ekki selt hana þá er það bara verið þeirra. Já, akkurat. Af því að sko, í þessum bransa er svo mikið skansölu. Þú veist, þannig áhættan er mín. Þú veist, ég kaupi bókina, ég set hann í sölu og ég fæ bara greitt fyrir það sem selst. Já, en fæ það náttúrulega herra hlutfall af sölunni, sko. En maður þarf stundum að bara svona finna, þú veist, hvernig getur við, þú veist, er þetta að fá lán, eða má borga eftir á eða þú veist, bara finna einhverja leið til þess að, þú veist, má ég borga 50% núna og þú veist, eitthvað, þú veist, bara reyna svona einhvern veginn að vera svolítið snjall. Já, algjörlega, og ég meina, ég var alveg heyrt af aðalum sem eru til þess að sjá marketing sem að sérstaklega í svona social media segir bara, já, þú þarft ekki greið við tökum bara x% af sölu sem kemur í gegnum þessa herferð. Þá ertu ekki að leggja neitt upp front, skilur. Einmitt.
og það er bara, þú veist, alls konar svona í gangi, sko, þannig að þú veist, það er bara gott að kynna sér það. Já. En það var sem sagt í raun upphafið af munum. Já. Og við Erla Björnsdóttir áttum þetta fyrirtæki og þetta var bara pínlítið verkefni sem við ætlum bara eitthvað svona að prófa að henda í loftið sem var sem bara hjúts og og fór að taka bara fullt af tíma hjá okkur, þú veist, báðar náttúrulega að sinna öðrum verkefnum en fórum sinna að halda fyrirlestra og námskeið og gera alls konar og þá tengt svona skipulagi og markmiðssetningu já, og bara draumum og láta, þú veist, einmitt fara í svona aðeins í gildin, fara aðeins í þessa vinnu, þú veist, bara svona hver er ég, hvað vil ég, þú veist, og allt þetta já. Og og höfum verið að gera það í allan tíma og gefa dagbókina og hún hefur gengið gríðlega vel og þegar mest var þá vorum við að selja, sko, hvað held ég 12.000 bækur á ári eða hvað, það er bara alveg ridiculously mikið, sko. Vá. Og fórum aðeins ætluðum að fara með hann á erlenda markaði, þú veist, vorum komin með stærsta dreifingaraðila í Skandinavíu og þú veist, en það sem var alltaf vandamálið okkar var að við vorum aldrei að gefa okkur tíma eða rými til þess að fókusa bara á þetta. Þú ferð ekki með vöru á erlenda markaði og gera það með annara hendinni einhverju side projecti og þú veist, og við vorum komið þarna með stærsta dreifingaraðila í Skandinavíu en við þurftum samt að hafa samband við alla verslanirnar og gera samninga og allt þetta dæmi, sko. Já. En þú veist, við einhvern veginn vorum komið með einhverja búðir, þú veist, í Íslandi og í Bretlandi og eitthvað svona, en þú veist, við syndum þessu bara svo ógeðslega illa að, þú veist, að þá var þetta bara farið að kosta okkur meira heldur en í raun, þú veist, þannig að þú veist ávinningurinn kannski ekki jafn mikill. Já, og svo náttúrulega líka fylgir þessu bara svona óháð fjárhagslegum, þú veist, bara tilfinningar bara, þú veist, mann líður ekki vel þegar maður er ekki að sinna eitthvað sem maður er að gera. Þetta er orðið kvöð, þú veist. Já, algjörlega. Og þú veist, og annarkvort verður maður bara að taka ákvörðun að fara með eitthvað lengra og þá bara stick to it og gefa sér þá tíma og rými í það. Þannig að við dróðum það tilbaka og ákvaðum bara að vera á Íslandi og svo varði í raun, sko, svona, hvað eru komið 2 ár núna síðan að þá verði svona vendipunktur þar sem að Erla fer út munum og ég sem sagt er þá bara með það í raun eini, kaupi hana út og það er ekki að því að, sko, samstarfið okkar það er eiginlega bara lygilegt, þú veist, við höfum bara, það hefur bara aldrei komið upp einn svona ágreiningur og við erum með ótrúlega ólíka styrkleika og höfum bara unnið ótrúlega vel saman og þannig að þú veist, stundum þarf maður að taka líka ákvarðanir sem eru kannski smá erfiðar en eru, og þú veist, og það þarf ekki að vera út af einhverju, þú veist, að það gekk illa eða þú veist, maður er bara að taka ákvörðun sem er rétt, þú veist, á þeim tímapunkti. Þannig að núna hef ég verið sérst með munum síðustu 2 árin og er í raun að breyta fyrirtækinu algjörlega og er núna einmitt bara að stefna því í haust að relánsa nýja munum, sko. Já. Getur sagt ykkur eitthvað? Já, og er búin að vera að vinna því lengi og þú veist, og þið vitið hvernig það er þegar maður er að fást við 1000 verkefni alltaf í einu, þú veist, það er ógeðslega gaman en það líka tekur fókusinn og sérstaklega þegar maður er að vinna fyrir aðra eins og ég er að gera líka að þá náttúrulega fara þau verkefni í forgang. Já. Þú veist, og mín verkefni þau setja einhvern veginn á hakanum og fá kannski bara svona, þú veist, eru ekki að fá þann fókus sem að þau eiga skilið. Af því að ég náttúrulega ef ég bara í vinnu hjá okkur með öðrum að taka með verkefni þá náttúrulega bara sjálfsög þarf ég að sinna því, sko. Jæja, æðibiti vikunar. Yes. Ég kom með smá bakþanga. Okay. Við hefum náttúrulega ekki að vera auglýsa önnur hlaðvörp. Þetta eru keppinautar okkar. Nei, sko keppinautar ekki keppinautar. Það er ekki nóg pláss fyrir alla. Ég held það. Jú, ég held að það sé svolítið skilabóð sem við erum búin að vera með í sem þáttum, sko, þannig að við verum að standa bak við það. En mér finnst það bara flott, þú veist, við erum alveg búin að vera að tala alls konar hlaðvörp og ég, þú veist, það er náttúrulega fárlegt að segja frá því að verandi með hlaðvarp að ég hlusta lítið á hlaðvörp. Já. Og bara ég gef mér rosalega lítinn tíma, ég næ aldrei einhvern veginn fókus og ég er alltaf einhvern veginn í símanum þegar ég er í bílnum þegar ég myndi vera líklegast að hlusta. En við vorum að ræða þetta ákveðin hlaðvarp út frá til dæmis bara kontentinu sem það er búið til
við erum svolítið abó og þær eru með ef ekki bara uppljóstra hvað æðibita vikunar það er svo stílbrot hlaðvarp. Já, með Andri og Mæju. Ég er fan, þótt að ég sé ekki búin að hlusta marga þætti. Já, ég er náttúrulega bara fan líka yfir höfuð á þeim, bara þrátt fyrir hvort sem það er fyrir þetta hlaðvarp eða ekki, sko, þá er það bara geggjaðar, sko. Það eru geggjaðar. En þetta hlaðvarp er sjúklega skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Og það er bæði fræðindi, ekki tekið svona of alvarlega. Nei. Og minnst það er með þvílíkt flott magn af viðmælendum. Já, og líka, þú veist, þetta er alls ekki svona einsleitir viðmælendur. Nei. Þetta er bara tísku og alls konar bara fatnað og svona í þeirra anda. Já. En það er taka þetta samt út frá svo ólíkum sjónarhóttnum og svona. Algjörlega. Ég er allan að akkurat núna er ég með í gangi hjá mér þáttinn með Hildi, nýja borgarstjórnum. Og er bara mjög spennt að klára hann, allan að so far, so good. Já, ég var búin að hlusta hálfan þáttinn með Helga Ómars líka og já, þetta er svona aðeins búið að snúast við hjá okkur. Ég er aðeins að minka að hlusta og þú ert að taka við aðeins. Já, ég er að rífa mig í gang. Já, ég þarf að rífa mig í gang núna að hlusta fleiri þætti. Við höfum sumafríð til að ná okkur saman í andlutinu. Já, en það sem ég líka svona einkennandi við það ég sé það líka bara á klippunum og svona sem það er að birta á Instagram, TikTok, að þær eru augljóslega ekkert svona of meðvitaðar sig, eða þú veist, eins og við erum að reyna að vera hér, við erum ekki með eitthvað glansmyndi eða eitthvað filter eða þó við séum ekki með rétta sjónarhóttni á okkar kamerunni eða eitthvað, þá bara látum við að slæta. Mér finnst þær vera svolítið þar, þær eru bara svona, já, við erum ekki að taka okkur of alvarlega og bara... Nei, og ég held að það sé líka bara þannig týpur einmitt, þú veist, að það er ekki... Já, við erum ekki að taka okkur alvarlega. Börkum hérna kristallum niður, afsakið þetta, þurft þetta smá. Þannig, já, er þetta ekki bara ágætis móli inn í þáttinn? Það fannst mér og þannig að stílbrot hlaðvarpið er æðibiti vikunar og Andri og Maja, þær fá að vera þarna líka. Þannig, já, þetta er liður í boði gói og höldum áfram með þáttinn. En getur þú sagt okkur eitthvað frá þessu nýju verkefni með munum eða kemur það bara ljós í haust? Nei, ég get alveg sagt okkur frá því, þú veist. Þú getur líka sagt okkur hvað þú ert búin að bæta við þessu ári sem eru fullt. Já, ég er búin að vera... samfélagið gríðarlega munum samfélagið. Já, ég hef verið að stíga eins inn í þetta konsept en það sem að mér finnst líka, þú veist, einmitt kannski áhugaður punktur sem ég bara fatta núna sem tengist einmitt þegar maður er með eitthvað vörumerki að það sem ég var eitthvað neinn, ég var svona, já, þú veist, ég vil bara fara meira inn í wellness fyrir konur, þú veist en hvað þýðir það? Það er ekki nóg. Nei, þú veist, það er svo stórt. Þetta er svo stórt, þú veist, það er svo stórt og maður svona, ég er með svona 1000 hugmyndir ótrúlega margt sem ég vil framkvæma og ég átti svolítið erfitt með að segja bara, ok, hvar ætla ég að byrja? Þú veist, ég get ekki gert þetta allt í einu, þú veist, þannig að það er líka svolítið svona búið að vera verkefni fyrir mig að þú veist halda fókus og ákveða fyrsta skrefið og vera ekki, þú veist, svona hrifgjörn að því ég bara svona, en þetta er svo spennandi og þetta er svo æðislegt og eitthvað og fara kannski í að gera of mikið einu og klára það þó ekki vel ef ég væri bara með fókus á eitthvað eitt þátt og byggja séðan ofan á. Þetta búið að vera vandamálum mitt líka. Já, við fórum bara yfir þetta í síðasta hlaðvarpsþætti. Ég held að þetta sé bara svo algengt. Bara þegar fólk er með þetta mindset yfir höfuð að vera að hugsa svona stórt og vera með svona margar hugmyndir og þegar maður byrjar þá er rosa mikil hægt á að maður sé komin fram úr sér áður en að maður er í rauninni lagður að stað. Já. Eða rætt ára þetta þannig. Akkurat. En þarna heilsa fyrir konur eins og segir, þetta er risastórt tópik þar að taka mataræði svefn, hreyfingu, bara allt inn í þetta. Þannig að ert þú að, svo ég skilji rétt, ert að fara að fókusa á eitthvað eitt atriði eða? Já, nei, sko, og bara fór ég mitt svolítið í þetta og fór að taka, ég bjóti koncept sem að heitir munum moment og þú veist, og ég er svona, það sem að er svona brennur hjá mér, eða þú veist, ég hef náttúrulega bara, ég er obsessed af svona wellness, bara þessum sektori, bara búin að, þú veist, ég geri ekki annað en að lesa og kynna mér eitthvað þetta og þú veist og þetta svona var nýtt áhugamál hjá mér fyrir svona 4 árum síðan sem er bara að vaksa og tekur allt of mikið tíma frá mér en en það er ég byrja að búið til svona moment sem að er hugsað bara svona
eitthvað sem að lætur okkur líða vel, eitthvað svona upplifun þar sem að við erum að gefa okkur moment til þess að næra sál og líkama og það svona svolítið rauði þráðurinn í því sem að ég vil svona vera að hvað sem er, miðla og þá er ég líka að tala að við gerum bara þessi litlu skref, þú veist, á hverjum einasta degi sem gefa okkur eitthvað ákveðna veljan. Þannig að núna er ég búin að vera búið til strúktúr að það, þú veist, ef það er ekki eitthvað system eða eitthvað strúktúr í kringum það sem við erum að gera, þá er stefnan svo óskýr. Þá erum við bara, þá skiptir ekki máli hvort þú beigir til hægri eða vinstri eða þú veist ekki hvert þú ert að fara. Þú veist, þannig að það er líka svolítið mikilvægt að þú verður að vita hvert þú ætlar að fara til þess að geta fundið réttu leiðina, þú veist, og það er svolítið það sem ég er búin að vera að vinna í og það sem að ég er í raun búin að svona taka, þú veist, komin niður á er að, þú veist, þetta eru svona 5 pillars, ok, nú er ég fyrir ekki, ég ætla ekki að tala ensku, en þú veist, að því ég er að fara með munum sem sagt, ég er ekki, þetta mun ná út fyrir landsteinina, þú veist, ég er sem sagt að taka munum svona meira globally og að því að það á bara ekkert eðlilega mikið við núna bara og wellness bransin í heiminum er sem sagt mest ört vaxandi á eftir AI, hann er booming og og þú veist, og ef ég hugsa svona fyrir ekki að ég sé að sletta en svona, eða bara heildræna nálgun í raun, bara svona holistic, bara svona heildræna nálgun á heilsu og velliðan að þá er þetta, þú veist, þetta er hvíld og þú veist, hvíld er svefn, þú veist, bara að leyfa sér að hvíla sig án þess að vera með samviskubit og þú veist, það getur verið hugleiðsla, það getur verið, þú veist, jóga nýdra, það er bara alls konar hvíld og bara hvíla taugakerfið sitt og allt líka, þú veist, ekki bara líkamann og svo náttúrulega þetta svefn og síðan er það, þú veist, síðan er það svona næring eða svona nourish eða þannig að þetta er náttúrulega bara allt sem að við setjum í raun ofan í líkamann okkar, á líkamann okkar og allt sem tengist bara, þú veist, því hverju við erum að næra okkur með. Já. Og þú veist, kannski nærandi örvun. Já, bara það sem við innbyrðum. Bara líka, þú veist, hvernig þú ert að næra þig í umhverfinu. Já, bara 100%. Umhverfið kemur þannig mjög sterkt inn að því að umhverfið okkar hefur gríðarlega áhrif á hvernig okkur líður, þú veist, og bara allt. Og þetta, þú veist, maður getur farið mjög djúpt í þetta, skilurðu, í að hugsa þú veist, fólk og þú veist, orku og svo framvegis, en þetta er líka bara, þú veist, hvað eru við að setja, þú veist, fókusin er náttúrulega kannski mest á, þú veist, hvað eru við að setja í og á, þú veist, okkur, skilurðu, þú veist, þannig að það er svona, fókusin er kannski svolítið þar. En líka kannski, þú veist, bara það sem við erum að hlusta á, hvað efni við veljum okkur bara... Ég ætla akkurat að segja þú veist, bara hvað maður er að, þú veist, við erum náttúrulega bara að drukkna í áriti og þú veist, það til dæmis að vera að horfa á samfélagsmiðlaefni að kannski einstaklinga sem að búa til eitthvað svona slæmar tilfinningar innra með okkur, þú veist, eða við erum að horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað sem að nærir okkur ekki, þú veist, að veita þessu athygli, að því að þú veist, það að lifa vel er að lifa meðvitund og ef að við erum alltaf bara í ómeðvitund, þú veist, við erum ekki að pæla hlutunum, þeir eru bara eitthvað neginn, þú veist, þá erum við ekki að velja hvað er gott fyrir okkur. Og ég held einmitt í dag, þú veist, út frá því hvernig algoritmin er búin að breytast, að þá sé einmitt fólk ekki oft alveg mjög meðvitað að það sem þau eru að horfa er ekki heildarmyndin. Það er bara myndin af því sem þú ert búin að sýna áhuga á og þú fær bara að sjá svolítið meira af því. Algjörlega. Að það er hægt að breyta þessu en þú þarfst að gera meðvitað. Einmitt, þetta er bara svona bergmálshellir sem að fólk lendir í og pældu í því að þú ert líka komin í eitthvað svona neikvæðan bergmálshelli. Ég held að það sé bara mjög margir þar. Og þá bara ef við erum að algoritmin er bara að fýta þig af ykkur sem er bara... Já, að því svo sorglega við þetta líka er að þessi miðlar vilja láta sína efni sem að skapar viðbrögð og því miður þá er það neikvætt efni sem að færu meiri viðbrögð þannig það er meira af því sem er sýnt og við sjáum bara breytingu til dæmis bara hjá fjölmiðlum bara þegar maður fer að kíkja og frétta sér ég bara minnst þetta svona 90% neikvæðar fréttir það er bara því það skapar lesningu,
smelli, deilingar við erum komin svolítið först í eitthvað svona neikvæðan áróður. Já, og líka sko það sem að náttúrulega er að heilin okkar er hannaður til þess að forðast hættur og þess vegna eru við sko allt svona neikvætt grípur athyglinna okkar miklu frekar en jákvæðir hlutir að því að við erum bara þegar forfæðurum okkar skilur bara þeir eru náttúrulega hannaðir til þess að forðast hættuleg dýr eða eitthvað hættur í umhverfinu en hættan í umhverfinu núna er meira bara eitthvað svona og taugakerfi okkar er það bara hætta bara akkurat bara sömu viðbröð Já, þetta er mjög áhugavert algjörlega þannig að það áfram við pillar það er mjög áhugavert já, þannig að það er sem sagt og svo er það sem sagt bara, já það er Norris og svo er það Move eða bara hreyfing, þú veist og það er náttúrulega bara, þú veist, öll hreyfing og þá erum við ekkert að tala endilega bara eitthvað svona hardcore kardioæfingar eða eitthvað liftingaræfingar þótt að við ættum, sérstaklega núna ef við tala fyrir konur, þú veist, við ættum allar að vera allavega í hverju viku að keyra púlsin upp í hámarspúls þú veist, og við ættum að vera að lifta, þú veist, fyrir beina heilsu og annað, þú veist, en þá er þetta líka bara að fara í göngutúr, að bara, þú veist, vakna, gera smá movement, þú veist, bara vera í svona smá flæði, aðeins að, þú veist, vekja líkamann, þú veist, bara að vera í einhvers konar hreyfingu sem að gefur okkur eitthvað. Standa upp frá skrifborðinu 5 mínútur. Já, standa upp reglulega yfir daginn, þú veist, finna sér eitthvað íþróttjafnvel sem manni finnst skemmtilegt fara, þú veist, minnst æðislegt núna er bara allir í paddel og allir í golf og eitthvað svona, þú veist, og margir er bara svona, þetta er svo mikið æði og eitthvað. Þetta er gott æði. Þú veist, ekki gera þetta neikvætt. Nei, þú veist, bara endilega, bara ef þið finnst eitthvað skemmtilegt, þú veist, eitthvað hreyfing, eitthvað svona hreyfing, bara do it, þú veist. Akkurat. Og mér var alltaf þótt ógeðslega leiðilegt að lyfta lóðum og þú veist, en núna er ég bara, því ég er búin að hella mig svo mikið í þetta alltaf, ég bara, ég verð að byrja að lyfta lóðum. Já. Þú veist, en mér finnst þú svo gaman að hreyfa mig fara í fjallgöngur, fara út að hlaupa þú veist, vera í íþróttum, þú veist, allt þetta en en bara að finna sína hreyfingu og og þá kannski líka bara ef hreyfingin leiðileg, finnstu allan skemmtilegt fólk með þér í hana já, og þú veist, það er ekkert sem ég elska meira en þegar maður næra sko haki mörgboks í einu og þú veist, einmitt ef maður er bara þú veist, að fara út að labba út í náttúrunni með góðri vinkonu í megaspjalli, ég hafði ykkur hundin með, þú veist, þú ert bara að tikka bara stakka upp, bara endalaust. Þú bara stakka upp to-do-listanum á okkur sem getur gert og Þú ekki að fundi ég bara í fjallgöngu? Nei, ég reynda var ekki með, okay, en ég hefði viljað vera með. Eventum sem að ég segi markasmálu fyrir, þær eru snillingar í að fara svona út fyrir bóksið og þær voru með sett stöðufund upp á Helgafalli. Geðveikt. Það eru algjöru meistarar. Já, þetta var svona, þegar þú sagðir hann tekkaði mörg box, þá datt mér þetta bara strax í. Já, algjörlega. En þú veist, það er nefnilega mitt, þú veist, af hverju ekki taka fund bara einmitt úti, þú veist, og ég hef verið, þú veist, það var mér svo partur af markþjálfanáminu sem ég fór í, þú veist, að þá voru að markþjálfa í göngutúr, af því að það er ótrúlega oft og þú veist, meiri segir oft notað, margir sem kannast við það, að maður þarf að tala um eitthvað erfitt eða maður er kannski að tala við barnið sitt, þú veist, eitthvað sem að, þú veist, að þá fer maður í bíltúr Akkurat, þú veist, að því að það þarf enginn að horfast í augu þú veist, þá eitthvað neginn oft er þeir sem eru lokaðir eiga auðveldra með að opna sig sko og þetta er svolítið það sama, þú veist, að vera í göngutúr þú veist, maður er bara eitthvað svona í ykkur umhverfi þú veist, tala saman ekki að horfast endil í augu, þú veist, allt þetta þannig að, en svo er það ég var búin að segja það var hvíld, hreyfing, næring og svo er það mind, sérst munum mind eða bara hugur og það í raun, þú veist, ég er búin að eiga svolítið erfitt með á þetta heita mind, á þetta heita soul, þú veist, en það er þetta hugur og hjarta, þú veist, og það er þessi, þú veist, hvað þráir sálin okkar, þú veist, og hvernig getum við verið, þú veist, líka taugakerfið okkar og hvernig getum við verið í sjálfsvinnu og allt þetta skilur bara, þú veist, svona bara andleg heilsa í raun, sko, og svo er það síðasti, en svo sannarlega ekki sísti þátturinn sem ég held að sé að verða mikilvægri með hverju árinu og það er connect og það er bara tengsl Absolutt. Og við erum það er einmannaleikir að aukast gríðarlega út allan heim og það á, maður kannski gefur sér svona það er þetta kannski mest hjá elsta hópnum, þú veist, gömlu fólki, þú veist, eitthvað
en það sem að hræðir mig í raun mest aukin einmanaleiki hjá ungmennum og það var að koma út ný skýrsla núna bara í vikunni sem framkvæmt hérna á Íslandi á hverju ári og þar bæði verið að tala sem sagt kvíða, eða verið að mæla kvíða og það líka verið að mæla einmanaleika og svona áhættu hegðun og það náttúrulega gríðarlega mikil aukning í ungmenni séu að stunda fjárturspil eða á netinu og einmanaleiki að aukast gríðarlega og sko nú ætlum ég ekki að þóra að fara með alveg nákvæma prósentu en það var yfir helmingshlutfall af stelpum sem að upplifa einmanaleika þú veist bara á staðaldri okay. og við erum bara wow, þú veist, þetta bara samfélagslegt mein, þetta bara okkur að kenna þetta bara sem tækjum að kenna og þú veist, og hvernig bara yngri kynslóðum, bara setja kynslóðin og allt þetta, þú veist, þú vil ekki svara í síma lengur, þú vil ekki hringja neitt og þú veist, þau svona forðast svona ákveðin samskipti og þú veist, og þetta bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur öll og það algjör grunnþörf hjá okkur að tilheyra einhverjum hóp og finna það að við eigum heim eitthvað staðar og við sem séð og þess vegna svona gríðarlegt búm núna í gangi út allan heim og vörumerki út allan heim, risastór vörumerki tískuhús sem þú veist, tengjast wellness ekki neitt að opna paddelstaði þú veist, kaffihús svona social kaffihús, wellnessklúbba þú veist, að því að það þrá allir meiri tengingu og tilheyra og þarna, þú veist, erum við að tala ég seti með bókaklúbb, þú veist, það voru 300 konur sem skráðu sig í hann á þessi auglistan, ég setti einu sinni inn post á Instagram og það voru 300 konur sem skráðu sig í bókaklúbbin. Er þetta að skráða sig ennþá? Já, ég ætla að skráða mig. Og ég var bara, what? Þú veist, ég setti postinn í maí og svo setti ég postinn í september og þú veist, og það var bara, þú veist, svo þetta bara svona word of mouth, skilur því ég var ekki með neina kostaðarauðlýsingar að neitt og það var bara rosalegur áhugi og þú veist, og svo sjáum við náttúrulega bara herferðina sem Arna búin að vera að gera með skjóla, prjóna því líkt að bara 8.000 manns inn í einhverju samfélagsmiðla grúppu á Facebook sem það bara látlaust verið að deila þú veist og bara þarna erum við að teila einhverju betra, finnum einhverju tilgang þú veist, erum að gera gott það er bara sem Andrés sjá, mikið af hlýðverkunum sem sprett upp veist, bara sá ég gær í þessum hóp ekkert í tengslu við kvennaatkvæðið okkur og bara ung stelpa sem að hanna eyrnarlokka í veist, minnstrið skilur þannig að búið koma svo margt fallegt veist, það að vera viðburður í lok sumars sem að göngu að ganga í nú man ég hvað heitir Aðaldal eða eitthvað starf bara, þetta ekkert tengt okkur, þetta bara allt sem að spretta upp á eigin spýtur, samprjónshópar og það var það sem við vildum að það myndi verða þessi jákvæði meðbyr og þessi litli og þessi samfélög Já, eins og Andrés var að tala bara þetta snýst allt tilheyra einhverju svona samfélagi og fyrirtæki í auknum mæli eins og þú ert að segja að fókusa á þetta að skapa svona samfélagi sem fólk getur fundið sig þú veist að það sé einhverju upplifun, alvöru upplifun það bara það sem fólk bara það vill það. Það svona við sem gott orðið sem þú notaðir, connect bara tenging, af því að við leið að sagði þetta, ég búin að gera eitthvað svona hughrif við samfélagsmiðla, að tækni það var fyrst að ég hugsaði, bara svona connect, eða bara svona almennt ég hugsaði orðið connect, þá var svona ég ætla að tengja mig við á LinkedIn, ef ekki tengjast á LinkedIn eða eitthvað svoleiðis, en þetta rauninni þegar maður hugsaði þetta, því tengdari sem verðum í tækninni því aftengdari verðum við í raunveruleikanum þannig að mér er gott að þú notir þetta og sért samt að fókusa á í rauninni öfugt við tæknina. Og tengsl eru í raun þetta miklu dýpri skilningur sem ég er búin að fara í á hverjum svona pillar fyrir sig en tengsl eru líka náttúrulega bara vinatengsl þú veist, eða þú átt maka þú veist, eða börn, eða fjölskyldu eða hvernig sem það þú veist, erum við að rækta þau tengsl sem að skipta okkur máli þú veist og eða eru við til dæmis bara, þú veist, ég meina skilnuðum hefur fjölgað og annað, þú veist, fólk bara verða meira í sikkur lagi, í sínum síma eða þú veist, öll samvera, hún að horfa á Netflix,
þú veist, eða erum við að gera eitthvað sem að raunverulega styrkir tengslin, þú veist, eða eins og tengslu börnin okkar, þú veist, eru þau bara í einhverjum iPadum eða, þú veist, eða erum við að búa til minningar sem að skapa sterkari tengsl eða verða eldri, þú veist, og það sem að sló mig svolítið, nú er strákurinn minn 13 ára og ég fekk eitthvað svona sá samfélagsmiðlum, þú veist, eitthvað, þegar að barnið þitt er orðið 13 ára, þá er hann sein að, ég veit, Arna, já, þú veist, en þetta er alveg, þú veist, tengslin eru, þú skapar þessi, þú veist, þú þarft að leggja inn vinnuna áður en þau verða úlingar, að því að það er ákveðið svift í þroskanum sem að gerist á þessum 12-13 ára aldri, þú veist, það er náttúrulega mismunandi hvernig börn fara inn í eitthvað ákveðið þroskaferli og það er náttúrulega það að þegar þau læra að vera sjálfstæð og vilja vera sjálf, þú veist, og læra bara á lífið og svo framvegis, þá allt í einu detta foreldrar og fjölskylda svolítið í aftursætið. Þau voru mikilvægasta fólki sem vildi kannski mest vera með ef að tengslin eru sterk og svo allt í einu eru vinirnir orðin miklu mikilvægri og það er bara, þú veist, please má ég vera með þér eða þú viltu vera með mér helgina eða eitthvað skilurðu og og þú veist, og það er bara svo ótrúlega mikilvægt að rækta og nostra við þessi tengsl áður en það er og seint. Já, og þetta er svo úþægilega pústar sem að fær stundum, ég fekk eitthvað svona daginn, að þú færð 2 eða 1 ár með unga barni, þú færð 2 með toddler, svo færð 3 með barni, eitthvað svona og maður bara, þau eru svo stutt ung og þau eru svo lengi fullorðin og maður fattar ekki fyrir maður fyrir að skoða þetta svona í heildarmyndi, þá verður ég bara þetta er svo stuttu tími. Já, ef þú rektir ekki tengslin, þá eru þeir eru orðin fullorðin, þá hafa þau engan áhuga á foreldrum sínum, þau bara eru með eitthvað svona to-do list box, bara heyri mömmu, þú veist, ég vil að börnin mín vilji heyri mér, af því að þú veist að ég er bara, þú veist, bara skemmtileg og þeim langar að vera í kringum okkur og allt þetta og þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt að ég tala á þannig að lifi meðvitund að það er bara að lifi meðvitund, þú veist, felst til dæmis í því að forgangsraða rétt, þannig að þú veist, ef að fjölskyldaðin og börnin og allt þetta skiptið máli sem það gerir fyrir okkur flest, ekki velja vinnuna númer 1, 2 og 3 og ætla síðan að rækta einhver sambönd seinna þegar þú átt meiri peninga, meiri tíma eða eitthvað, af því að þá ertu bara búin að missa tækifærið og þá er ég ekki að segja að maður með ekki verið frama og hugsa sjálfan sig og allt þetta, þú veist, að því ég er algjörlega öll í því að maður á að byrja á sjálfan sér, þú veist, en bara að vera að velja það sem þú ert að velja, hvort sem það tengist, þú veist, einmitt öllum þessum pillarum sem ég er búin að telja upp, eða þú veist tengsl, þú veist, að við séum að velja fyrir okkur, ekki bara gera hlutin einhvern veginn. Akkurat, og bara meðvitað. Já, þú veist, að því að mér finnst líka ótrúlega mikilvægt að átta sig á því að við erum helstu fyrirmyndir eins og barnan okkar og þú veist, ég vil vera mamman sem að, þú veist, þótt að þau séu númer 1 hjá mér, þá vil ég samt stundum bara vera að gera eitthvað sem að mig dreymir að því að mér finnst það vera til fyrirmyndar. Þú veist, ég vil að þau er mömmu sem að elti draumana sína og lætur hluti gerast. Þú veist, af því að það er eitthvað sem ég vil að þau gerir fyrir sig. Og svo getur þau líka bara verið, eins og ég veit, þú eru duglega bara að taka börnin með í alls konar svona vinnutengt verkefni og bara þau eru bara með þér í alls konar hlutum. 100%. Þannig að það er líka partur á þig. En svona aðeins þessi pillar, hvernig íslensku maður þetta orð? Bara ég þetta svona bara þættir eða þú veist eitthvað, já. Og hvað ætlar að gera með þetta? Sko já, þannig að þú veist, þetta eru svona þessir hlutir sem að ég vil meina að séu svona ef maður hefur þessa hluti í huga að þá sér maður bara í svona nokkuð góðum málum, skilur. Þú veist, þetta er svona, held ég þetta er svona vegvísa til að þú sért ekki að fara á brautinni. Já, og við það að búa til þessa þætti, að þá veit ég fyrir mitt vörumerki að þetta eru hlutir sem ég fjalla og það fer ekki út fyrir þetta. Þannig er ég komið ákveðin vegvísi fyrir hvað mitt vörumerki stendur fyrir. Ég get verið að reyna að miðla því til, þú veist, þeirra sem ég er að miðla til en ef ég færi síðan að tala eitthvað allt annað og tengdist þess ekki, þú veist, þá stendur brandið ekki fyrir neitt. Þannig að núna er ég búin að vera svolítið að taka
bara fyrir hvað stendur munum. Þú ert bara að skilgjörna gildiðin. Já. Og þú veist, nei, ég raun bara þetta sem skiptir máli og þú veist, ef við pælum aðeins í orðinu munum, þetta bara munum að, þú veist, munum að næra okkur vel, munum að sofa, munum að anda, þú veist, munum að rækta tengsl að skipta okkur máli, þú veist, þetta bara svona eitthvað svona áminning að velja eitthvað sem að þjónar okkur, skilurðu. Og ég sem sagt, en það sem að ég í raun, þetta eru svona þessari pillars, en það sem að heldur í raun utanum þetta er svona ákveðið svona lifestyle ecosystem sem að sem sagt í raun dagbókin á styrum í appi, þú veist. Þannig að þú veist, það er svona mamman, þú veist, og þú átt í raun að geta lifað pínu sko að þetta í svona fösum, ég náttúrulega þetta sko hjúmang og stór draumastelpur, ég þóri alltaf að segja frá þessu skiluru. Ég er samt alveg búin að sjá sneak peek. Já, þú veist, þetta er bara, ég veist, já, og þú veist, og þetta sem sagt, að því að það er ofta eitthvað svona sem við vitum hvað við eigum að gera, en það vantar system, þú veist, það vantar eitthvað system í kringum það hvernig við gerum hlutina. Þannig að þú veist, þetta system er í raun bara svona hvernig við getum, þú veist, verið að rækta þessa þætti, sett okkur markmið, verið með eitthvað long time vision, verið með schedule sitt, verið með forgámsröðuna sína, verið að hlúa heilsunni sinni, búið sér til rituals, að því að venjur, þær skapa hver við erum. Þú veist, eitthvað sem við gerum ítrekað á hverjum degi til lengri tíma er það sem skapa manneskjuna sem við erum. Og þannig að ég er rosalega fókusur á það og svo inn í þessu appi er sem sagt þannig að þú getur líka tengt úrið þitt eða hringiðinn eða hvað sem þú ert með ef þú vorst að mæla til dæmis svefniðinn eða eitthvað slíkt. Þú getur tengt það allt hann inn og svo ertu í raun líka með fræðslu, vídeo, fræðslu og alls konar þessa 5 pillars inn í appinu. Þannig að þú getur verið að taka æfingar, þú getur verið að gera öndun, getur verið að gera meditation, það flokkast allt í þessa 5 flokka. Og svo getur verið, þú veist, þannig að þú ert í raun bara svona, þú getur einhvern veginn svona svolítið lifað inn í þessu ekosystemi. Já, ert þú þá að setja upp bara svona þitt eða færðu prógram? Já, þetta er sem sagt AI-drifið og þú færð personalized eða þú færð personu sniðið prógram í raun, þú svarar spurningum þegar þú ert að fara inn í appið og það setur þig í svona ákveðin, þú veist, þú farir svona ákveðina svona personu eða þú flokkast svona í ákveðina, það er svona ákveðinu hópar sem að út frá því sem þú svarar og svo ertu raun spurður, þú veist, hvað viltu setja fókus á, þú veist, er það venjur, er það markmið, þú veist, hvað ert að fást við, er það tímastjórnunin sem vantaði forgangsröðun, fókus, þú veist, allt þetta og þannig að þú farið svolítið personal personu upplýsingar eða þú veist, ég er að reyna slett ekki, ég er alltaf að fara að segja personalized, þú veist eitthvað, já. Það er samt bara ræðvitt. Ég veit það, að því ég er að vinna í þessu á ensku, sko. Það veit allir hvað erum að tala sko. Og það sem þetta gerir raun líka, sko, að því að eiga er náttúrulega svo mikið snild líka, að þú getur, það er sem sagt journaling, það er mikið svona journaling prompts og svona í appinu og þú getur gert voice to text, þannig að þú getur líka verið að taka upp, þú veist. Og það myndi henta mér vel. Já, og það gerir voice to text, þannig að það geymir upplýsingarnar og það er náttúrulega ofbúslega sterkt að gera til dæmis bæði recap alltaf eftir daginn, þú veist, eitthvað sem að þú gerði vel, eða 3 hluti sem þú gerði vel og ef þú fengir daginn aftur er eitthvað sem myndi gera aftur, þannig að sé eitthvað lærdómur í því, þú veist, svo ertu líka bara að taka stöðuna á þér á morgnana, bara hvernig líður þér, þú veist, hvernig svafstu eða eitthvað og þá myndar það, þú veist, þetta safnar gögnum yfir tíma, þannig að þetta verður svo getur þú sett upp svona rituals og sett upp svona venjur og ef þú ert ekkert að gera það, þú veist, þá færðu áminningu, þú veist, nú ert ekki búin að, þú veist, gera venjuna þinnar í 5. röð, þú veist, er eitthvað sem ég get gert til þess að styðja við þig eða, þú veist, viltu að breyta þessu eitthvað eða eitthvað svona, þú ert búin að fara út að hlaupa í 5 daga, þarftu ekki kannski að þess að huglega líka eða eitthvað svona. Já, það er bara svona, þú veist, finna jafnvægið. Já, og svo getur maður líka verið að fá sko feedback og þú veist, og svo lærir hann á þig og sér líka sko, ef þú ert til dæmis með eitthvað verabóls eða þú veist, ert með úr eða hringað eitthvað og svefnin til dæmis kemur inn og þá segir bara, þú veist, nú ertu búin að sofa bara í 5 tíma, 3 daga í röð, þú veist, nú verður að setja svefnin í forgang, þannig að þetta er líka svona smáspark, þú veist, í rassinn
og og þú veist, þetta í raun og svo náttúrulega ég líka búin að búið til annað app sem að sem að tengist inn í connection að því að þú veist, við viljum spjalla meira og þú veist, og þetta svona, við gáum sérst út spil sem að hét út fyrir kassan, sem svona spjallspil þar sem þú dregur spjald eftir 4 flokkum og færð fólk til þess að tala, þú veist, og þetta náttúrulega geggjað fyrir fjölskyldur líka, þú veist, ég bara búin að kenna börnunum mínum, þú veist, þau lærið ekkert eðlilega mikið að tjá sig í gegnum þetta spil til dæmis. Já, mér finnst það líka bara með vinkonahópin og fyrirpartið, í bílnum og leiðindisveg. Komið sér í allt, af því að þú ert með svo marga flokka sem að getur sett, þú veist, út frá hvað sé aðstæðum. Algjörlega. Og ég meina, þú veist, við vorum með svona í 50 afmæli fyrir nokkrum árum þar sem við þekktum engan og við vorum með spilið, eða það var hana, það var bara, þú veist, ég kom ekki með það og það bara, hei, spilum og þú veist, það var dreigið upp í partíflokknum, þú veist, hvað vandrarlegast það sem við lendi og fengum bara, þú veist, einhver skeit á sig þarna á fyrsta deiti og þú veist, ætlaði að prumpa og þú veist, þetta var alls konar og þetta var náttúrulega bara algjört kast, skilur allt inn í fólk sem maður þekkir ekki neitt, maður bara komin í bara, þú veist, þegar þú skeist á þig eitthvað staðar á fyrsta deiti, skilur, þú veist, þetta bara deep dive, já, þú veist. Bara þú verður að tengjast, bara þú kemst ekki hjá því. Þannig að þannig að þetta svona í raun þetta lifestyle ekosystem sem ég að búa til og og stóri draumurinn minn síðan að búa til wellness center þar sem að hjartað og allt þetta á heima og þarna þetta í raun svona, þetta wellness center en þetta líka social studio, þú veist, það bara bókaklúbar, hlaupaklúbar, þú veist, prjónahópar, kaffihús, vinnurými, þú veist, og svo getur verið að taka æfingu, fara í gusu, verið að hugleiða, þú veist, verið í red light therapy, whatever, skilur, allt sem bara svona, kemur bara inn og þetta bara svona, þú veist, eitthvað bara svona space bara sem bara rosalega lifandi rými. Já, og bara nærir þig, bara nærir sálinn, ég vil helst sko að fólk komi, setja síman í svona kassa sko. Þú veist, bara hér, við ætlum að vera hér og nú, og við ætlum að, þú veist, bara max kom með takka síma. Já. Ég sé fyrir mér eitthvað svona samfélag þarna sem þú getur bara labbað inn og þú getur tjekkað öll þessi box þarna sem við varst að tala um. Algjörlega, og ég sko búin að finna rýmið núna og ég bara að reyna bara, þú veist, ég sé þetta svo ljóslefandi fyrir mér en mér vantar fjármagn, þannig að ef einhver vill vera með og fjármagn þetta. Eins og bara eins og við erum að tala um áðan með stóru vörumerkin, tískuhúsin, það alltaf að skapa svona rými, auðvitað ættu náttúrulega bara við erum með svo mikið af flottum vörumerkjum í Íslandi, þetta tækifæri þeirra að fjárfesta í svona hugmyndum. Þetta náttúrulega, ég aðeins að reyna að fikra mig áfram í þessu og með nokkra í sigtinu og vonandi eða þú veist, ekki vonandi, þetta mun verða veruleika, en þú veist, vonandi fyrir en síðar. Það sem finnst mér líka svo gott ég að bara koma inn og tala um þetta, þú ert ekki að, það ekki allir sem myndi að gera það, að fara bara í hlaðvarp og tala um hugmynd sem að þú ert ekki að byrja að vinna og ekki orðin að veruleika að ótta við einhver myndi stelin eða eitthvað líka, en þarna bara þú setur þetta út í kosmosið, bæði fyrir þig og bara, einmitt þetta getur leitt af sér tækifæri, en fyrir þig að vera búin að segja frá þessu uppátt, fylgtu fólki sem veit núna af þessu, þá ertu miklu líklegri til að í raun og veru algjörlega, drauminn, sko. Og við eigum líka, þú veist, þetta maður verið oft hýrt, skiluru, ekki segja frá hugmyndinu þinni fyrir hana, þú veist, látt hana bara verða veruleika og hvort fólki óvart, eitthvað svona bla, maður sér eitthvað svona alls konar á Instagram og eitthvað, en máli bara það, að það pláss fyrir okkur öll, við eigum ekki að öfunda, við eigum að styðja aðra, ég elska ekkert meira en að peppa og styðja aðra konur og fólk, þú veist, sérstaklega, og ég náttúrulega vinn við það að hjálpa fólki að láta hugmyndi vera veruleika og og þú veist, það pláss fyrir okkur öll og mín hugmynd og það sem ég sé fyrir mig ljóslefandi, þú veist, í mínu konsepti, þú veist, ef einhver annar opnar wellness center, það ekki mitt wellness center, þú veist, það eitthvað annað og þú veist, eitthvað aðra áherslur eða eitthvað öðruvísi. Það sem að ég vil gera að þú getur, þú veist, svona þú veist, þetta ekki bara þegar þú kemur á svæðið eða bara þegar þú ert í appinu, heldur þetta sé raun, þú veist, ekosystem, þar sem þú ert bara svona getur lifa pínu í, þú veist, þú ert með í vasanum, þú getur farið ángað, þú veist, og þú ert bara svolítið svona að taka eina ákvörðun í einu, eitt skref í einu, að lifa betra lífi. Þetta er geggjuð konsept. Mjög flott, ég svo spennt og ég vona að einhver
mjög flott vörumerki, sterku á þetta Já. og fara með þér og gera þetta veruleika því að ég verð allan að fasta kunni. Já, og þetta það er ekki spurningum hvort heldur bara hvenær þetta verður að veruleika. Já, algjörlega, bara miðið við mitt eins og sagðir, þú veist, miðið hvað svona wellness bransin er að fara rísandi og bara wellness túrismi og núna náttúrulega bara túrismi og Íslandi er náttúrulega einn okkar stærsta auðlind. Já, þetta er náttúrulega og bara þarna eru gríðarlega tækifæri. algjörlega sko. En þú ert náttúrulega eins í þessum bransa núna, mér langar að koma inn á gusurnar. Núna er þetta margir sem telja að þetta sé einhver svona tísku bylgja, þetta sé bara eitthvað svona æði núna sem munir síðan fjara út. Hvernig komst þú inn í þetta og hvað hefur þetta gert fyrir þig? Þú hans bara rætt gusurnar yfir höfuð? Já, þetta er eitt af besta sem er komið fyrir mig og hérna eru gusurnar og mér hefur alltaf þótt óbúslega gott að fara í sánu, ég stundaði svett alveg frá 15 ára aldrei sko og hérna og þannig en þetta var ekkert svona konsistent, þetta var ekkert eitthvað sem ég var að gera staðaldri og svo náttúrulega missi ég heilsuna og fer í hérna leita mér aðstöðar varðandi það, fæ ráðleggingu frá lækni og hérna konu sem að ég var í svona smá að leita mér ráðgjafar hjá sem að hefur lent í þessum veikindum og með þessi heilsuna og það var bara sagt við mig, þú verður að fara þú verður að detoxa, þú veist og þú verður að fara í hérna sánu 2 sinnum í viku að lágmarki og þú ert að vinna þig upp að geta verið klukkutími í einu og ég bara, ok, áhugavert og hérna og síðan var ég líka, þú veist, var mælt með að ég myndi náttúrulega fá, þú veist líka að vera að taka inn eitthvað, þú veist, jurtir og kól og fleira skilur til þess að detoxa og hérna og ég fer það, mér fannst þetta rosalega áhugavert þú veist, áhugaverð nálgun og ég fer það bara að kynna mér þetta þú veist, meira og kemst náttúrulega að því að sánur eru allra meinabót og það er náttúrulega rannsók sem er bara ongoing í hérna Finnlandi sem að, þú veist, er bara búið að vera að fylgjast með fólki sem búið að stunda sánur til lengri tíma og læknar og veist, alls konar sem er að mæla eða framkvæma þessa rannsókn og þetta er náttúrulega bara þú veist, þetta er ekki æði ástæðan fyrir því að þessi orðið sem ekki æðir á Íslandi er bara að því að við erum að fatta hvað þetta er æðislega gott fyrir andlega og líkamlega heilsu og hérna en Finnarnir og Austur-Evrópuþjóðir og fleiri eru náttúrulega löngu búin að fatta þetta en núna er þetta bara dreifast út allan heim komið líka til Bandaríkjana þú veist, þetta er bara booming allstaðar. En núna er náttúrulega gufur og svona er ekki nýtt að nálinni en hver er svona, fyrir það sem að bara hafa aldrei farið í gusu og þekkið ekki þetta konsept hver er munurinn að fara bara í sund og hoppa í gufu eða fara í gusu sesjón? Ótrúlega góð spurning og maður gerir einhvern veginn, þú veist bara að sjálfsögðu vita ekki allir hvernig gusur virka. Nei, ég fór í fyrsta skipti bara fyrir mánuð eitthvað, ég hafði ekki hugmynd um það Já, akkurat. Þetta er sem sagt þannig að þú ert náttúrulega í lengri tíma í sánu, þú ert í sem sagt, þetta er klukkutíma hérna, svona hérna sesjón, já og þú ert sem sagt, þetta eru 3 sinnum 15 mínútur af hita og svo ert að kæla á milli og þetta er þetta kontrastterapi þar sem þú ert að fara þú ert í miklum hita og svo fer að kæliru og þú veist, og svo fer afturinn í mikinn hita og þú veist, og hérna og þetta gerur þess að 3 svar og á meðan þú ert í sánunni inn í hitanum, þá er mismunandi náttúrulega eftir gusumunsturum en þá er eitthvað svona seremonía í gangi, þú veist það er oft verið að gera öndun þú veist, eins og til dæmis að ég tala bara fyrir sjálf á mig þú veist, þá er ég með öndunaræfingar stundum er ég með eitthvað svona hugleiðslu eða eitthvað stundum er ég bara með partí, þú veist, það fer bara svolítið eftir hvað maður er stöði fyrir, en það er alltaf eitthvað tónlist í gangi, við erum nota ilmkjarnolíur, við erum jafnvel að, þú veist, við erum að nutta aðeins líkamann, losum spennu, þú veist, hérna, aðeins að taka vakustögina, þú veist, bara svona, þetta er svona leitt seremonía sem gerir það verkum líka að það er miklu auðveldara að vera í klukkutíma í hitanum. Myndir ekki segja það þarna? Jú, ég vil alltaf að þetta séu 4 lótur. Já, akkurat. Að því ég er alltaf komin bara í 3. lótinni, Já. þá er ég bara komin í mitt element og þá bara, herri, takk fyrir kvöldið. Já. Bara, og ég bara, en getur verið meira? Akkurat. Og ég er náttúrulega stundum með gussur sem eru 4 lótur og það er náttúrulega bara algjörlega sturlað, sko. Það er eitthvað fyrir mig. Þú veist, og hérna... Það þarf að vinna sig upp í það. Ég var alveg gjössanlega að deyja þarna í lokinu 3. síðustu, sko. En þetta er þannig, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er að fara í svona gussur, er náttúrulega bara,
maður þarf að vinna sig uppi, bara eins og þegar þú ert að hlaupa, þú veist, þú fer ekki strax bara að hlaupa 5 kilometra eða 10 eða eitthvað. Nei, af því að þetta er náttúrulega bara brjálu kardíóæfing og mist ótrúlega magnað ef maður er með úri að ringa eitthvað að vera að mæla og kveikir á æfingu, þú veist, bara kardíóæfingu að, þú veist, svona klukkutíma sessjón í sánunni, þú veist, þú ert bara kannski að fara með 600 kaloríur jafnvel, þú veist, þannig að þetta er mjög aktív þyngdarstjórnun og svo ertu náttúrulega líka sko í raun að ná að losa það sem að hjálpaði mér mest, af því að þetta sko bara, þú bara skilur ekki hvað þetta gerði fyrir mig sko og þú hjálpar líkamannum að hreinsa út alls konar efni sem eru föst í hringrásinni, eitthvað sem efni Þungmálma og svona. Já, og bara þú veist, við erum oft með eitthvað ástæðan fyrir að fólk sem veikist til þessum mikluveikindum er oft bara veikt ofboðslega lengi er því við náum ekki að hreinsa. Já. Þú veist, við náum ekki að hreinsa út og þú veist, ef við sjáum bara kerfið okkar sem svona ákveðna hringrás að þú veist, það verður bara hring eftir hring og er bara að hafa mjög skaðleg áhrif á kerfið okkar en það sem að sánan gerir og hvernig líkaminn er að vinna í svona miklum hita, þannig náttúrulega bara í varnarviðbragði í raun, þú veist, er að bara, þú veist, við náum að hreinsa út fullt af hlutum sem að vegum annars mjög erfitt með að hreinsa út og þess vegna hefur þetta svo ofboðslega góð áhrif á þú veist, hreinsun líkamanns og ná að detoxa sig af eiturefnum og í raun bara alls konar sulli sem er í umhverjum okkar, þú veist, matnum okkar og svo framvegis. Og svo erum við náttúrulega líka bara, þú veist, við erum að keyra hjartað upp, þú veist, þetta er æðislegt fyrir ónæmiskerfið, hjarta- og æðakerfi, þetta er náttúrulega sýnt. Taugakerfið. Já, taugakerfið, þetta er náttúrulega sýnt að þetta minnki líkur á sjúkdómum eins og Alzheimer og þú veist, heilabilun og fleira bara gríðarlega og maður svona eiginlega trúir ekki þú veist þessari tölfræði sem er í þessum rannsóknum að því að þú veist þetta er bara too good to be true en málið er bara að ef þú ert að stunda svona reglulega að þá hefur þetta þessi áhrif á líkamann. Mér finnst ég líka bara geta séð það stundum bara eins og þið tvær, duglega fyrir guðsu ég sé það bara hvað húðin ykkar er heilbreið og maður finnur það sjálfur þegar bara hvort sem maður fyrir guðsu eða bara guði sundlaug hvað húðin verður einhvern veginn maður verður aldrei að preyt hún er búin að hreinsa sig svona vel og svona glowing þannig að rannsóknir geta sagt ýmislegt að maður sér það líka bara þannig að já, það er greinilega mikill ávinningur af þessu og þú segir að þetta sé ekki trend Nei, ég vil meina að þetta sé ekki trend og þetta sé komið til að vera og það eru að poppa upp nýjar sánur hér og það út allt og það virðist vera nóg eftirspurn eftir þessari þjónustu að því að þegar fólk byrjar að fara að þá er svolítið ekki aftur snúið að því að það upplifir ávinningin af þessu og bara eins og að fara á æfingu þú veist, þetta er bara líkamsræktarstöður er ekki bara einhver bóla Nei, veist, golf fólk bara, þú veist, finnur ávinningin og vill fara aftur og gera það í raun af lífstíl Svo vil ég bara, veist, við ættum bara hætta að gera eitthvað að því að þetta verður eitthvað æði að það sé það orðið hallarslegt við gerum það svolítið svona Íslendingar bara, þetta er að gera fólki gott þetta er skemmtilegt, þetta er að skapa samveru og bara alls konar góðir ávinningar bara getur við bara haft þetta bara líka bara, þú veist, fólk er að fara út fyrir þægindramann og byrta myndir að sér bara samfélagsmiðlum í sundfutum og eitthvað álfa hatta og eitthvað, mér finnst bara ekki gera grín af þessu. Nei, ég meina hefði ég haldið einhvern tímann í lífinu að ég fara að vinna á sundfutunum, þú veist never ever, Nei, þú veist aldrei, en það er líka það sem mér finnst ótrúlega sniðut og ég vil meina að sé kannski svolítið, það sem ég hef verið svolítið góð í gegnum tíðina er að velja með verkefni sem að mér finnst skemmtileg og búa til business úr því. Akkurat. Þannig að þú veist, einmitt. Mjög góð í því. Já, ég er nefnilega svolítið góð í því og ég var bara, ég er ekki að fara nóg oft í sánu. Ég er ekki að ná að fara 2 í viku, klukkutíma. Þú veist, og ég bara, hvað þarf ég að gera til þess að gera þetta bara alveg konsistent? Ég þarf að byrja að gusa. Þetta fyrir 2 árum. Þannig ég fyrir bara að gusa og þá er ég bara með þennan tíma frátekinn í að fara að gusa 2 í viku og ég er alltaf, þú veist, ég er oft alveg í tek oft 2-falda gusu, en ég er oft bara í 4 tíma í einu sánu og þá hef ég einhvern veginn svona réttlætingu gagvart líka að taka hennan tíma frá fyrir mig, að því að þú veist, veit ekki hvort að þið tengið við það, eru mjög margar sérstaklega mæður sem tengja við það, við setjum alltaf alla aðra í fyrsta sæti, þannig að ég var alltaf á leiðin í sánu en bara ég fyrir á morgun að því að strákurinn minn er að fara á æfingu eða þú veist, ég er að fara að keyra í
fimmleika eða whatever, skilur, búið til matinn eða eitthvað og svo enda bara allt í einu marga vikuliðin og ég ekkert búin að fara þú veist, við þurfum bara að búa okkur til hennar tíma. Nú ertu að fara í vinnuna. Já, þannig að ég er bara, þú veist, það er bara fólk að mæta, ég er að leiða þessu sánu, þannig að þú veist, bara adiósa. Já, og það er ótrúlega, þá er afsökunin komin, af því að ég er að fara í vinnuna. Já, akkurat. Og ég hef gert þetta bara með ótrúlega margt, þú veist, bara svona, já, ok, mér veist þetta, ég fæ eitthvað áhugamál fyrir ykkur eða eitthvað bara, hvernig get ég búið til vinn úr því? En það hefur alltaf haft þetta element, að þú talar þú komst heim og námi, stofna strax munum. Já. Þú veist, var aldrei í myndin að fara ég ætla að komast inn í þetta fyrirtæki og fara í þessa stöðu eða... Nei, sko, auðvitað hef ég alveg, þú veist, mér hefur boðist bara mörg störf gegnum tíðina og svona síðustu áralegu mörg svona flott störf og þú veist, með jafnvel töluvert herri launin í mig í dag og þú veist, og náttúrulega mannafórráð og eitthvað svona, en ég er bara ekki, að því að ég er með gildi mín svo opuslega sterk á hreinu, að þegar ég er að taka að mig verkefni, ef að þau skerða frelsi mitt, en mér finnst þau ekki skemmtilega og veita mig gleði, þú veist, eða skiluru, þá er svari bara nei. Þú veist, þetta er svo mikil, það er svo gott þegar maður er með gildi sín á hreinu, að þau svara svo mörgum spurningum fyrir þig. Þannig að þú veist, ef að ég bara svona, þetta fyrir að bóa, þú veist, þetta fyrir gegn gildunum mínum, þá bara svari nei. Þú veist, og þó svo að það hefur oft kýtlað mig og ég hef alveg verið, þú veist, en líka út af forgáðsöðurinn sem ég var að tala áðan, ég held að þú veist, það stærsta sem ég eftir að gera, það þú veist, ég er ekki byrjað á því, skilur mig, þú veist, ekki kannski vonandi þetta sem ég er að vinna núna, en þú veist, ég hef viljað vera með frelsi til þess að geta sinnt börnunum mínum þannig að, þú veist, að ég sé ekki föst alla daga eitthvað staðar og það er val og það er fórn líka. Þú veist, og þannig að þú veist, kannski verið eitthvað tíma komin á þann stað, ég var bara til að vera frá 9 til 5 eitthvað staðar, en þá það tilgangurinn minn vera skýr. Já, algjörlega. Og þú veist, og ég hef alltaf vita bara, þú veist, ég vil vera minn ein herra, ég vil geta framkvæmt hugmyndirna mínar, þú veist, þannig að ég hef eiginlega alltaf vita að ég muni vera sjálf. Já. Herri, ég held að við þurfum að fara ljúka þessu spjalli. Þetta er orðið svo langt. Við erum líka part 2 með það. Já, ég sko var með einhverja spurningar, ég er ekki búin að kíkja einu sinni á þetta, en ég ætla samt sem áður að klára þetta á liðnum okkar, hraðaspurningarnar, sem er í boði Kristall Plus, og þetta er bara liður þar sem að við spyrjum þig að spurningum og þetta má ekki vera löngsver, þetta má ekki vera neitt sem ofugsar, bara já, fyrsta sem bara hröðsver, fyrsta sem kemur í hugan. Fyrsta sem kemur í hugan og bara ekkert að ofugsa neitt. Bá, ég er smá stressuð, ok. Já, þú ert búin að vera að södra einn á Kristall Plus, þannig að þú ættir að vera með skýran fókus. Mjög skýr fókus. Þetta er mjög góður, sko. Við fáum þennan aftur. Ok, ertu tilbúin? Hvað finnst þér mest heitlandi eiginleiki í fari fólks? Þegar fólk er authentic. Og heiðarlegt. Óheiðarlegt. Það er það sjálft, ég skal bara svara einu. Já. Er einhver eiginleiki sem þú ert mjög erfitt með í fari fólks? Þegar fólk talar illa um aðra. Hvað gerir þegar þú vilt trýta þig, gera svona ekstra vel við þig? Ég ger eitthvað ævintýri, eitthvað geggjað fyrir til útlanda. Hvort myndir þið frekar aldrei fara í göngudráttur eða aldrei fara í guðsáttur? Aldrei í göngudráttur. Þetta er hægt að velja þetta. Hvað er eitt sem gefur alltaf orku? Að vera ein. Hvað er eitt sem tekur frá þér orku? Neikvæðni og já, bara neikvæðni. Hvað er besta ráð sem þú fengið? Hlusta á innsæðið. Hvað er eitthvað sem þú vildir að fleiri leyfðu sér? Að vera þau sjálf. Hvað ert að manifesta akkurat núna? Að ég geti gert stóra hluti fyrir þess að markmiðið mitt er alltaf að láta sem flesta líða vel, þetta er allt út fyrir eitthvað svona mitt eigið, heldur vil ég bara reyna að hafa jákvæð áhrif á sem flesta. Okay. Ef þú ættir að lýsa þessu tímabili í lífiðinu sem er núna, bara í einu orði, hvað væri það? Breytingar. Og lókaspurning, hvaða manneskja er að veita þér innblástur þessa dagana? Eða bara ekkert endilega manneskja, bara hvað veit þér innblástur þessa dagana?
magnaða fólki í kringum mig. Geggjað. Þetta voru frekar djúpar spurningar í þetta skipti, Já. en ég vissi að Þóra væri ekki vandræði með það, sko. En þetta var geggjað og bara frábært spjall líka. Þetta var góð spurninga, mér langaði alveg að vera með. Ég var svona nánast að grípa fram í. Ég skal spyrja þeim aðeim á eftir líka. Takk. En Þóra, takk kærlega fyrir komuna til okkar í Vörumerki og ég hlakka ótrúlega til að fylgjast með öllu þessu stóru Við verkefnum. höldum svo með þér, sko. Já, og bara Svo takk fyrir spennt. að vera fyrir að svona fá mig. peppandi líka bara hérna á skrifstofunni með okkur og þú ert stundum smá hættuleg að vera í kringu þig af því að maður fær alltaf svo mikið hugmyndum og verður svo inspired af því þannig stundum maður bara svona, ég má Maður ekki við því að líður hitta Þóru í dag. Já, það er Maður akkurat, er óstöðandi kring við. en takk fyrir að segja þetta, því að það er akkurat þau áhrif sem ég vil hafa. Ég vil að fólki í kringum mig og sérstaklega þeir sem að hafa ekki endilega trú á sjálfum sér, þú veist, ég veit að þið hafi það, en þú veist, að fólk finni kraftin í sér og hafi trú á sér, að því að þú veist, við getum allt sem við viljum og við erum okkar stærsta hindrun. Já, það er nefnilega það. Er það ekki góð lokaorð? Jú, ég held að ef þessi þáttur var ekki hvetjandi þá veit ég ekki hvað þáttur var það. En Akkurat. setjum Bara punktinn njótið hér. vel. Já, takk Þóra.